Háttvirtur annar þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Vigdís Hauksdóttir tekur til máls fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, öðruvísi mér áður brá. Ég vil benda á það að það hefur meðal annars orðið röskun á starfsáætlun þingsins því að stjórnarandstaðan hefur verið nokkuð dugleg hér í málþófi þetta haustið, það er ekki hægt að segja annað. Og svo er það nú bara þannig, virðulegi forseti, að hér er einn þingmaður sem hefur eitt þingmál í heljargreipum, hv. þingmaður Össur Skarphéðinsson, og það er Þróunarsamvinnustofnun. Það er bara verið að stjaka við einni stofnun inni í ráðuneyti og hér er allt í, virðulegi forseti, geturðu kannski slegið í bjölluna, það er einhver óróleiki í salnum. Hér er bara allt saman í uppnámi út af því að það sé einhver röskun á starfsáætlun þingsins. Veist það, virðulegi forseti, við töluðum nú oft inn í nóttina hér á síðasta kjörtímabili. Það var verið að ræða ESB, það var verið að ræða Icesave þrisvar, það var sífellt verið að reyna að breyta stjórnarskránni, Landsbankabréfið, rétt. Ég styð kvöldfund, virðulegi forseti. Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Reykjavíkurkjördæmis norður Össur Skarphéðinsson tekur til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, öllum þingheimi nú kunnugt afstöðu mína til næturfunda og ég hef stundum sagt að sá þingmaður verður ekki fullskapaður nema hann hafi séð dag rísa út glugga þinghússins. Og mér sýnist að það sé ekki vanþörf á því að halda háttvirtum þingmanni Vigdísi Hauksdóttur nokkrar nætur hér í þinginu. Því að það bersýnilega hefur ekki runnið upp fyrir henni hvernig stendur á þeirri stöðu sem hér er komið. Hér kemur háttvirtur þingmaður og dregur mig inn í þessa umræðu. Ég er ekki einu sinni, herra forseti, ég er ekki einu sinni á mælendaskrá. En ef að það er krafa formanns fjárlaganefndar að ég setji mig á mælendaskrá til þess að halda nokkrar messur yfir henni, þá er ég reiðubúinn til þess, því að staðreyndin er sú að við erum í þessari stöðu vegna þess að háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir, hún stendur sig ekki í stykkinu. Slugs hennar í forystu fjárlaganefndar veldur því að nú er verið að leggja til að þingmenn vinni ekki bara dögum saman heldur nóttum saman til þess að vinna upp hennar. Ég vil ekki segja það sem kom mér í huga, en ég ætla nú ekki að segja letu og ómennsku, en að minnsta kosti skort á getu til þess að leiða störf fjárlaganefndarinnar. Gleymum því ekki að fyrir þennan ágæta þingmann að þá var þingi flýtt 2 vikur, en hún er samt 10 dögum eftir áætlunum. Og ég er reiðubúinn til þess að það er fram á næsta þing til þess að vinna upp vinnusvik hennar í forystu fjárlaganefndar.